Velkomin í þátt 3 að styrktarþjálfaranum. Ég heiti Guðjón Örn Ingólfsson og held áfram að fara með ykkur að ræða við styrktarþjálfara sem eru tengdir í íslenska knattspyrnu á einn eða annan máta. Hins vegar gestur þáttars í dag starfar ekki á Íslandi, heldur hefur hann starfað nú í Noregi í nokkur ár ásamt því að vera styrktarþjálfari í íslenska landsliðsins í knattspyrnu. Þessi þjálfari heitir Arnór Snær Guðmundsson og hann er á fullu núna að aðstoða íslenska landsliðið að undirbúa sig fyrir leik á móti Luxemburg og Liechtenstein á næstu vikuna. Luxemburg leikurinn fer fram næsta föstudag og ég man bara því miður ekki hvenær Liechtenstein leikurinn er, en þið getið pottþétt fundið það á fotbolti.net eða úrslit.net. Aftur á móti erum við alltaf með góða sponsa með okkur í liði, eða góða samstarfsaðila, og Fitness Sport halda áfram að vera frábærir að gefa okkur hérna Hydrate, Váv Hydrate söltin sem er fullkominn drykkur og frábært að setja bara í vasklasið og drekka á hinum ýmsu stundum. Hann er stútfullur af söltum og steinefnum og þessi vítamín eru mjög mikilvæg fyrir okkur, sérstaklega D-vítamínin sem við Íslendingar fáum ekki mikið af þessa dagana þegar skýta veður og viðbjóður úti. Þannig að það er nauðsynlegt að næla sér í D-vítamínu einn eða annan máta í staðinn. Einnig eru Fitness Sport með eina frábæru High Five vörur sem hendar mjög vel fyrir íþróttafólk og í vörulínunni frá þeim að finna kolvetnablöndur, orkugel og sölt. Og fyrir fólk í íþróttu skiptir miklu máli að líkaminn fái sitt eldsneyti á einn eða annan máta en helst úr hágæða orku svo við getum performað sem best þegar reynir á í leikjum. Til dæmis eru orkugelin frá High Five mjög góð til að eiga í hálfleik til að geta keyrt upp orkustigi á nýjan leik þegar seinni hálfleikur byrjar. Því það er ekkert verra heldur en þegar líður á seinni hálfleikin að við krössum niður og verðum eitthvað issue í gangi. Það var þekkt hjá Southampton ekki fyrir það mörgum árum síðan að þeir sett alltaf þá taktíku upp að þau þurftu að næla sér í orku á ákveðnu tímapunkti í leik, þá settist eitt leikmaður niður, þóttist vera middur og liðið náða endurstilla sitt orkustig á þeim tímapunkti. Það var skemmtileg grein þetta á The Athletic einu sinni. Einnig eru með okkur í liði Unbroken sem er einn af 4 stærstu styrktaraðilum bestu deildarinnar í knattspyrnu sem by the way mitt lið vann nýlega þar sem við víkingar kláruðum þetta mót bara þokkalega sannfærandi. En aftur að Unbroken því virknin er margþætt og getur verið notað það til að fá jafna orku yfir daginn sem og orku fyrir æfingar eða aðrar athafnir, og það er Unbroken sem er líklegast þekktast samt fyrir sína hröðu endurheimt því að allir eru að horfa á það að við séum að fá þetta recovery beint úr næringunni. Unbroken tekur ferskt og heilt prótín úr laxi og það sem gerir Unbroken einstakur er notkun náttúrulegs ensím laxins til að brjóta niður prótínsameindir og líkir því eftir eðlilegri meltingu mannsins. Og líkaminn eyðir lítilli sem engri orku í meltingu á Unbroken og því hefst virknin einungis nokkrum mínútum eftir inntöku. Steinefnin og vítamín í Unbroken styrkja ónæmiskerfið og veita þér orku og efla heilastarfsemina efna á borð við B12-vítamín, sink, selen og prólín, og það sem er geggjað við Unbroken er engin gervisykur og ekkert koffín. Þriðji samstarfsaðilinn okkar í þessu þáttum eru Biobú sem er matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru. Gríska jógúrtið þeirra á heldur betur við núna þessa dagana þegar knattspyrnumenn eru komnir á off-season eða sem við kallum bulk season, þar sem menn eru að byggja upp vöðvamassa, lyfta miklu og þurfa að ná aðeins smá kjöti á skrokkin. Ég fekk mig sjálfur í dag gríska í hádeginu og þurfti að keyra upp kaloríuintökuna eftir góða æfingu dag, en ég sem er nú orðin 40 plus kannski þarf að passa það að borða ekki eins og knattspyrnumaður sem er á sínu 20-30 ára aldurskeiði. En það sem er frábært við lífrænt unnar mjólkurvörur er að þær innihalda meira af lífsnauðsynlegum fitusýrum eins og omega-3 og CLA. Þannig að einnig eru Biobú með frábært nautahakk sem hentar mjög vel núna á bulktímanum. En nóg að þessu, nú er komið að því að við ræðum við Arnór Snær hans hlutverk og hvað hann hefur verið að gera síðustu ár með sínu klúbbum. Gjörðu svo vel. Blessaður Arnór. Blessaður Guðjón. Velkomin til landsins, kallið minn. Takk fyrir. Hvernig er lífið og tilveran í Sandefjörð þessa dagana? Lífið er gott. Fótboltinn gengur mætti ganga betur. Já, en lífið er óða gott. Það er gott að búa í Noregi. Það skiptir öllu máli. Ég bjó nú í Noregi einu sinni og kunni mjög vel við það. Já, fínt. Fjölskyldun líður vel og þá líður mér vel. Heldur betur, talandi fjölskyldinu, þá er heldur betur búið að vera mikið að gerast í fjölskyldulífinu. Nýgiftur og nýtt barn og allur pakkinn. Bara klára þetta allt í einu. Heldur betur. Líka upp í listanum. Heldur betur. En heyrðu, förum kannski núna í það sem við ætluðum að ræða. Yes. Hvernig hefur þinn svona ferill þróast og mótast sem styrktarþjálfari í gegnum árin?
Sko, ég vil segja að svona ferli minn náttúrulega ótrúlega stuttur þannig að séð sko. Ég hætti bara að spila sjálfur 2019, það ekki nefn 4 ár síðan. Nei, það rétt. Og gerðist bara svolítið hratt og raunveru ekki áætlað. Ætlaði að spila bara miklu lengur sjálfur, hættir raunveru á prime tíma 26 og fer að snúa mér að þjálfun. Fekk bara spennandi tilboð og að byrja sem aðstoðarþjálfari og styrktar fitness-þjálfari hjá efstu deildarfélagi bara fáir sem að byrja allavega þar. Heldur betur. Og fyrir mig sem ætlaði mér alltaf út í þjálfun þegar ég var hættur að spila, þá var þetta svona spurning af hverju ætti ég að bíða og hamstra og harka eitthvað, einhver hjóli, þú veist, að berjast að spila einhvern fótbolta fyrir nokkra krónur í einhver 7-8 ári viðbót eða vill ég fara bara að snúa ræði sem að ég ætla mig hvort er að gera. Algjörlega. Þannig að ég byrjaði sem sagt aðstoðarþjálfari og fitness-þjálfari upp á Skaga hjá IA 2019, var þar í 2 ár, skrítin ár náttúrulega COVID ár og fór mikið í bara einhverjar heimaæfingar og reyna að halda mönnum fyrir og vera að gera eitthvað allt annað en við ætlum okkur að vera að gera. Ég var einmitt að sjá bara vídeo daginn eitthvað svona frá þessum COVID-tímum, litla ógeðslega flashbacki þegar maður var að sjá hérna 300 ramma á skjánum, menn að gera einhverja arbeigir, einhverju Zoom-drastli. Þetta var ógeðslega leiðilegt og erfitt og þetta snerist, ég man eftir því við vorum að gera fyrir allt félagið, vorum að búa til alls konar hérna hlaupaleiðir og heimaæfingar og byggum til heimasíðu með alls konar fótboltadrillum og hlaupadrillum og liftingaræfingum og tókum myndbönd af öllu og reyndum svona ekki fyrir allt félagið sko, allt niður í bara yngstu flokkana. Nákvæmlega. En því líka, og svo endur allir krakkarnir til að hlaupa sömu leiðin á sama tíma, þannig að þessari fjöldatakmarkanir voru allar brotnar. Það var algjör slysni maður, þetta var ekki alveg nógu vel ígrundað hjá okkur, en já, ég var þar í 2 ár og áður en ég fór til Noregs, þar sem ég sótti bara starf hjá Bodø Glimt í akademíunni þar. Já, frábær. Og fekk það starf sem ég mjög stoltur af. Og margir sem sóttu Bodø Glimt, náttúrulega svolítið svona vinsæl, eða svona hot product, það vildu allir vinna fyrir það á þessum tíma. Og það voru líka búin að koma svolítið from the bara bottom up sko. Að vera í frjálsu falli mörg ára upp og niður deildir og svo bara kemur eitthvað koncept sem bara svínvirkar hérna. Já, það var svona kannski að fyrsta sem maður tók eftir var hversu skýr hugmyndafræðin var í klúbbnum. Þetta var ekkert bara einhver þjálfari sem ég veit þjálfari þannig að maður stór hluti af árangrinum, ég ætla alls ekki að draga úr því. Heldur betur ekki. En þú veist að ég hugsaði bara með mér að þú veist, þetta er miklu stærra og meira en bara hans hugmyndafræði. Já. Og þetta er bara, sko, hvað heitir það, svona dokumenti, eða sem sagt bara heftið sem heitir bara okkar leið. Já. Bara hverja einustu leikstuð og hlutverk og undirhlutverk og hverja einustu aðgerð. Þetta var ótrúlega detailað. Og þú veist, þetta er líka, þú veist, það er engin svona tilviljun í fótbolta. Og með þessu hlutverki, og ég sér það líka margir leikmenn sem hafa blómstrað á þessum klúbb, þar sem þeir vita 100% hlutverki sitt eftir þessari bók hafa verið seldir annað og hafa ekki náða skína jafn skert þar og jafnvel bara komið aftur tilbaka til Bodø. Mjög margir, 4 frekar en 5 sem hafa komið tilbaka núna frá þeim síðan 2021. Og veist, þetta er alveg kostur, en þetta er líka, mér finnst þetta samt smá sko galli, eða veist, það eru kostur og gallar við þetta konsept, af því að þú veist, þannig að búa til leikmann sem fittar þínu prófæl bara fullkomlega, en þú ert kannski ekki búa til fótboltamann sem getur aðlaga sig að öðrum kerfum eða öðrum leikaðferðum eða annað slíkt, þannig að veist, það eru kostur og gallar í þessu. Ég veit þeir eru aðeins búin að breyta hugmyndafræðinu þessu núna, það er komin svolítið mikið nýju staffi í kringum akademíuna hjá þeim. Greg Broughton sem var yfirmaðurinn í akademíum þannig er farinn, annar Breti sem var yfir í 17-19 liðinu, hann er farinn. Og fleiri, ég er alltaf hætti og fleiri, en þeir voru svo sem stýrðu meira, ég fekk bara að skilja hvað ég ætti að gera eiginlega, og Greg mjög kröfuharður. Algjörlega, en það sem er líka skemmtilegt fyrst þegar við erum að tala um þetta er að þrátt fyrir þessi leikmenn kannski komið þarna og þarna, eins og segja, við seldir áfram, koma aftur og kannski funkar ekki öðru system, en þá oft á tíðum voru líka Bodø Glimt að finna leikmenn sem voru jafnvel bara í B-liðum hjá öðrum liðum og voru bara að fá að besta úr þeim sko. Já, ég hef bara gert mjög mikið fyrir marga leikmenn úr falliðum í Noregi sem að blómstra
sóknarmaður þeirra núna var fjall með Kristjánsund í fyrra. Já, svo Pellegrino, eða hvað hann heitir, hann var auðvitað bara í varaliðinni á Lillestrøm á tímabili. Já, þú ert með fleiri, þú ert með fullt af leikmenn sem hafa verið, Erik Botheim, vonastjarna og ótrúlega hæfileikaríkur, ekkert af því sem var seldur þannig að skora öll mörkin. Hljómsveitaða meðlimurinn með Holland? Erik Holland, besti vinur Erik Holland. Hann skoraði ekki mark fyrir hann fór þangað og sem bara skoraði í hverju leik og fleiri en eitt. Alfons tók náttúrulega fyrstu sem stendur okkur kannski nær, tekur svaka skref í Bútu Glimt og já, bætti sér mikið þar 100%. Þannig að þetta virkar þetta system og þeir eru með ótrúlega margt flott í kringum allan klubbin. Það er ekki bara fótboltalega séð, þeir eru öflugir í öllu sem þeir gera. Þannig að það er flott. En þar var ég mjög stutt þar var ég bara 9 mánuði. Já, þá fórstu. Áðurinn ég fer suður til Sandefjörð. Já. Ég ætla að fáum Íslandi. Ég vissi ekkert hvað Bútu var staðsett Já, en þú fórst bara í middle of effing nowhere bara. Varst þetta að skoða neitt þetta Google Maps? Jú, ég Google Maps þetta eftir ég hef búin að sækja en við vorum að ræða það bara núna í gær, bara ég og Alfons. Þetta fólk gerir sér ekki grein, maður segir að Bútu einangur, en fólk gerir sér ekki grein fyrir hversu einangur þetta er. Þetta er alveg svo langt út. Ég var ekki með bíl. Þetta er norðar en Tromsø? Nei, þetta er ekki. Nei, þetta er mitt á milli Þrándheims og Tromsø. Já, ok. Mitt á milli, þetta er milli þeirra borga. Þetta er ekki það langt fyrir. Þannig að Tromsø er ennþá verri. Já. En við þurftum ekki með bíl, þú fórst ekkert. Nei, ég skil. Ef þú ætlar að fara, það var bara flug. Já. Þannig að þú varst bara að þetta er ótrúlega einangrað. En það var mjög gott að búa í Bútu og það ástæðan fyrir að ég flutti var ekki út af veðri eða myrkri. Þegar þú fættur upp á Íslandi þá öllu vanur en það var möguleikinn að komast í aðalliðsfótbolta og komast í efstu deild í Noregi og fá að vinna þar. Það fannst mér bara geggjað. Já, algjörlega, líka stórt skref og skemmtilegt skref. Já, og þetta gerðist hratt ég fekk langan samning upp í Bútu, ég var 5 ára samning. Já, meinar. Og ætlaði mér að vera þar í nokkur ár og ég er ótrúlega þakklátur tímanum við þar af því að ég lærði ótrúlega mikið upp í Bútu. Greg, eins og ég myndist á ótrúlega kröfuharður og ætlaðist til bara að allt gert, ætlaðist til að fá fullkomnunar. Það bara öllu sem við gerðum. Og það hefur skilað sér. Það hjálpaði mér ótrúlega mikið að vinna þar og svo segir maður, þú varst með akademíuna, ég er með 4 lið, ég er með 80 leikmenn sem að reyna að hafa sín yfir. Mestu tími fór í varaliðið að sjálfsögðu, elsta liðið. Og þetta er akademía en þetta er það professional að við vorum með 7 þjálfar á vellinu hverja einustu æfingu. Já, meina, með U19 liðið En kannski við erum að tala um akademíur og yngri liðin því að við vorum að ræða við Þóri í þætti 2 þá nefndist hann að það hjá Stjörnunni er einmitt að fara að nota GPS niður bara flokkana. Hvernig var þetta á Bútu? Voruð þið með GPS-mælana þar? Já, sem sagt þeir voru með þetta sem Player Maker sem er á skónum sem er LPS kerfi. Þannig er svipað og Stjarnan notar þá inni í miðgarði. Það veist ekki með GPS. Ég held samt að þeir séu með bústera inni. Já. En ég veit að HK nota þetta í kortinu. Ég veit að þeir eru með katapult en ég held að leiður komin inn þá er það, ég held ég sé að segja rétt, þá er það breytast úr GPS í LPS. Já, þú meina það, já. Ég segi þeir eru með katapult mælana sína, það er ekki náttúrulega gerfinhötturinn að tala við, þetta eru sensorinn inni og þá notar þetta LPS kerfi. Já, það er rétt. En þeir eru ekki, ég veit þeir eru með katapult. Við vorum með þetta Player Maker kerfi sem að fullt af kostum en fullt af göllum líka og mjög ónákvæm og það kerfi reyndist að vera mjög ónákvæm því meiri hraða sem þú fórst á því ónákvæmara var það. Já, ok. En það hendaði þeim mjög vel af því að það var lagður með 13 ára liðið með GPS-kupa það getur ekki verið rándýrt kerfið saman þú sér Bútu Glimt eða ekki og þeir æfa náttúrulega inni í öðrum einandri höll þar sem þeir þurfa að æfa ákveðin hlutu ári með þessi lið 100%, þannig að það henti okkur vel en þannig vorum við að safna gögnum fyrir 80 okkar leikmenn 13 ára, 15 ára, 17 ára, 19 ára Já, vá og já Og þið voru alveg að greina öll þessi gögn alveg
í döðlu bara, eða voru þið kannski meira að fylgjast með ákveðnum einstaklingum bara? Já, sko, þú greinir raun og veru, þú skoðar all gögn og þú skoðar hvernig æfingarnar eru og allt það, en þú er kannski meira með einhverja target leikmenn, skilur, einhverja leikmenn sem búið að setja her, þetta við ætlum að, og þeir gera það alveg frá 13 ára aldrei, það er bara, við ætlum að þetta eru bestu leikmenn hér, við fylgjumst ekstra mikið með þeim og þeir fengu sér prógram, það var kannski 4-5 leikmenn í hverjum aldursflokki sem fengu þá sitt prógram og annað slíkt og þá er mikið að PVF mælingar, peak height velocity mælingar 3 mánaða fresti á öllum undir 15 ára. Við mældum og tókum þvílíkt batteri í gegn þar, það var agility og counter movement jump og það var sprett og repeated sprints og við tókum á öllum akademíum leikmönnum og þetta var þvílík mikið magn af kögnum ég trúi því til að maður var að samt að vinna úr og rúmlega full vinna raun og veru að vera með þetta og það er bara þetta starf hefur þróast í það átt kostin út með meistaraflokka eða yngri flokka þetta er bara sérstaklega svona marga yngri flokka þeir segja þetta er bara full starf og það var það sem að mig langaði alltaf í því að þú vinnur í Íslandi og maður veit alveg þetta er ekki fullstarf hjá fæstum stöðum er þetta fullstarf og vonandi er það breytast yfir þetta sé oftar fullstarf af því þetta á að vera það það er bara ástæðin og horfir á íslenska módeli líka við erum með styrktarþjálfari sem er fitness-þjálfari hann er sport scientist hann er með 5 kannski starfsheiti á bakinu og horfir svo segjum bara förum jáfnvel á heimasíðinni á Leicester eða Leeds eða Liverpool eða United eitthvað allt í bara komið 6-7 gæjar sem er að sinna sama starfi Já, það er alveg rétt sko og fyrir mér er þetta kannski meira sko eins og fyrir mig þegar ég var upp á Skaga þá var ég fótboltaþjálfari, ég var aðstoðarþjálfari, ég var styrktarþjálfarinn, ég var styrktarþjálfarinn fyrir allan kallafótboltanum á Skaga, ég var aðalþjálfari 3. flokks kalla og aðstoðaði með 5. til 7. flokk líka fyrir daginn og það er 100% starf. Þetta var 100% starf. Nei, þetta er miklu meira það. Nei, þetta er svona 300% starf fyrir 100% laun. Já, þú veist, nákvæmlega. Þetta er málið, við erum alltaf að fá eins mikið út úr hverjum þjálfar og hægt er í staðið fyrir kannski leiða þjálfarinn að gera hlutina 100% í því sem hann á að gera. Algjörlega, og þú veist, þú ert að fá sem mest úr þjálfarinnum en á sama tíma færið þú sem minnst notahefni úr honum. Þú færið 80% aðstæðar. Algjörlega, þú veist, þetta er svo galinn nálgun, sko, galinn. Já, ég heldur þetta sé nú að breytast á mörgum klúbbum og vonandi og ég veist að þetta er bara mikilvæg hluti af fótboltaþjálfun 100% alveg svo allt annað sko 100%. En heyrðu, fyrst þú eru búin að fara svona í mörgum orðum í gegnum ferilinn og hvernig hann hefur þróast að mótast og við fórum reyndar alveg inn í bakgrunnin þar sem þú vart fyrir leikmaður og spilaðir upp á Skaga en hver er svona menntunin sem þú hefur sótt þér sem hefur tengst þínu starfi gegnum tíðina? Ég byrjaði þegar ég var ennþá leikmaður þá byrjaði ég í IAK upp á Keili fór í styrktarþjálfarnám þar 2014-15 gott að þú kendi mér ekki einn áfanga ég kendi þér það sko þú kendi mér einum áfanga þar en já, ég fór þar 2014-15 kláraði það hafði raunir ekkert eitthvað ákveðið að ætla að fara út í þetta sérhæða með eitthvað í þessu frekar en einhver annari þjálfun þegar ég myndi hætta en fór síðan í nám til Bandaríkjanna í 1 ár Já. Í sport science og það var geggjað, það var ótrúlega flott og kosturinn að læra erlendis versus Íslandi þú erum svo miklu sem þeir í fjölda Já, ég skil. Grunnnámið er miklu sérhæðara þannig raun og veru var ég í grunnnámið þar sem var svona eins og mastersnámið hérna heima var bara út í 1 ár út af fótboltaaðstæðum kom heim, kláraði grunnnámið í HR BS í Íþróttafræði og kláraði helst áfram í mastersnám þar í íþróttavísindi og þjálfun kláraði það bara í júní í fyrra okay. og svo held ég náttúrulega áfram að þegar við farið að leiðast ég vissi ekki hvað þetta að gera á kvöldin ég búin að vera í 100% námi og 100% vinnu og alltaf á fullu þannig að alltaf ég nátti frí tíma á kvöldin þannig ég skráði mig í diplómunám í álagsstýringu við Barcelona Innovation Hub Já, vel gert hétt Professional Diploma in Load Management Og ertu búið með það? Ég er búið með það, það tók bara 9 mánuði kláraði það núna í Hvernig var það námskeið? Það var flott
Ég hef skoðað þetta mikið sjálfur sko. Mikið gott, náttúrulega eitthvað sem er ekki gott eins og allstaðar, en já. margt sem var það taka út af því og margir flottir og færir einstaklingar að kenna, veist, sem búa til efnir sem er kennt. Það byrjaði mitt hjá Tim Gabbett hann fyrsta áfanga, ég hugsaði bara hvert ætlaði næst. Þannig að það var mjög flott. Það þetta, fyrir ykkur sem veit ekki hvað Tim Gabbett er, þá er það gaurinn sem basically hannaði acute chronic loading systemið. Það er geggjaður sko, ógeðslega klár og var ótrúlega gaman að lesa efnið sem hann hefði sett upp og hlusta á fyrirlestarinn hans. Ég ímynda með það. Mjög skemmtilegt. Og svo voru starfsmenn frá, þjálfarar frá Barcelona, sportscientistar og fitnessþjálfarar og næringafræðingar og fleiri sem er að vinna og hafa mjög háu leveli. Þannig að ótrúlega flott. Geggjað. Heyrðu, hvaðan svona hefur þú sótt þér hugmyndir til að mynda þína hugmyndafræði í kringu þína nálgun á þjálfun? Sko, mér finnst þetta komið mest með í gegnum sko, upplifanir og reynslu. Maður var ég spilaði meistaraflokksfótbolta í 11 ár með ótrúlega marga mismunandi aðalega að reyna að koma inn á einhverja þjálfun, líkana þjálfun var með Kettlebells Iceland einhverja vetur þegar ég var í Mosó að spila fleiri þjálfarar sem voru með manni upp á Skaga og maður tekur alltaf eitthvað frá einhverja nálganir, einhvers konar pælingar og svo finnst mér bara ógeðslega gaman að lesa mig til og sjá bara, það er einhver rannsókn sem fjallar hitt og þetta geggjað, virkar hún í raunveruleikanum kannski þá sérðu einhver að gera þetta það er mest ég byggi þetta bara það er ekkert eitthvað eitt ákveðið þetta er mikið bara á það sem maður lesir til raun og veru 100% og veistu hvað ég komin úr þessu hugmyndafræðinni þá kannski hvert er hlutverk þitt hjá félagið þínu í dag og hver er þín svona ábyrgð í starfi? Sko, hlutverkið mitt í dag er náttúrulega, ég er náttúrulega með eins og sagði hann marga hatta. Já. Ég er sportscientistinn, ég greini gögnin, ég er með styrta liftingaræfingarnar, ég er með conditionið út á velli, allt sem kemur unnar á líkamlegri þjálfun, ég fer allar mælingar, ég tek svona hydration tests, við tökum readiness tests, safna gögnum hitt og þetta, raun og veru með mjög marga hatta sem er gaman. En mitt aðal ábyrgðar hlutverk er náttúrulega bara að hafa leikmennin að klára, að leikmennin séu bara fit til að gera það sem þjálfarinn ætlast að gera og í raun og veru ef maður spáir aftur í hugmyndafræðina þá myndi ég segja að það sé svona það sem ég byggi hugmyndafræðina mína á er raun og veru að ég get haft mína skoðun á alls konar þjálfun, ég get haft mína skoðun á hvað er réttast en raun og veru það sem er réttast er það sem hentar viðkomandi þjálfara hverju sinni leikstíl, þú veist hvernig hann vill æfa veist, það er ekki mitt í raun og ákveð þú veist, og við megum ekki gleyma að sko, oft á tíðum ef það gengur illa þá er það þjálfarinn sem er rekinn 100% og það er hann sem tekur ákvarðanirnar það er þjálfarinn, aðþjálfarinn sem er ábyrgur raun og ræði fyrir öllu hann treystir þér fyrir ákveðnum hluta þannig að þú verður að byggja þetta upp eins vel og þú getur frá þinni skoðun því sem þú veist að sjálfsögðu en til þess að hann nái sínum markmiðum það er bara svo ógeðslega mikilvægt og má heldur ekki einmitt gleyma þessu að við þurfum alltaf að aðlagast því sem er í gangi í hugmyndafræði klúbbsins ef þjálfarinn vill vera bara í high pressing og látum þá er eins gott að þú komir þessu lið í stand til að geta staðið undir þessu álagi á þess að menn hrynji bara niður í bara tonnatali sko. Það er svolítið svoleiðis og við lentum mikið í því sko þetta var í fyrra ég var sem sagt byrjaði á Sandi fyrir daginn fyrir fyrsta leik í deild í fyrra sem mjög high pressing æfingar óheppilegur tími fyrir fitnessþjálfara að koma inn af því að undirbúningstímabilið er náttúrulega minn tími til að skína þannig að segja þú ert ekki að gera einhverja drastiskar breytingar í miðju keppnistímabili var þetta bara fyrir fyrsta leik í móti? Já, 1. apríl var fyrsti dagurinn minn og 2. apríl var fyrsti leikur í deild þannig að þú fækst ekki endurspeglun af þinni vinnu á því tímabili ekki fyrra Nei, ok, wow og við byrjum ógeðslega vel en ég
greini fyrir svolítið að skoða gögn eftir tíman og sé óbúslega svona svolítið flatt. Ég sé óbúslega það vantar einhver svona toppa í miðri viku og tapering í loki af vikunni og svona þess að maður myndi segja basic periodization eða microcycles. Já, basic tactical periodization. Það var lítið því og ég hafði svona smá áhyggjur af þessu og en okkur stóðum okkur vel. En mitt tímabil þá erum við með, þegar verst var 13 leikmenn sem sagt heila. Heila? 13 heila leikmenn. Hvað voru margir meiddir? Ekki segja 13. Restin. Nei, þú veist, ég var farin að æfa bara hverjum degi til að fylla upp í einhvers konar taktískar æfingar. Allt í núna atvinnum að knattspyrna bara. Ég var farin að spila efstu deild í Noregi. Og þú veist, þá fór maður aðeins að hugsa, ok, það sem við þurfum að gera fyrir næsta tímabil er augljóslega að finna út úr þessu, af því að þjálfarinn sem ég er með úti núna vill æfa mikið og vill æfa, þess að eina leiðin til að vera betri að æfa, sem er vissulega rétt, sko, lengið sem þú æfi rétt. 100%. Þannig að við fórum svona vinnu í vetur og í off-seasoninu og áður en pre-seasonu byrjaði og við testum til þess alla leikmenn áður en þau fóru frí. Við fengum að kaupa svona á lýsa eða kaupa kerfi sem heitir Physiometer sem er Sam og Vald, svona aflmæli tækir og það hjálpa okkur gífulega mikið að finna veikleika og ójafnvægi á milli líkamshluta og annað slíkt hjá mörgum leikmönnum og við gátum þá tekið þær upplýsingar og notað til að byggja prógrami fyrir viðkomandi leikmann þessar 4 vikur sem hann var í fríi. Þannig að þegar við komum tilbaka í janúar þá gátum við vonast til þess að við varum einhvers tíma að leiðrétta eitthvað eða svona vinna í veikleikum viðkomandi leikmannans. 100%. Og þó að gangi ekkert sérstaklega vel núna við séum í fallbaráttu og allt það þá kannski svo varum við búið þá erum við með yfir 95% availability í ár. Já, vel gert. Meðan við 70% fyrra, vorum undir 70% Vá, hvað er hópurinn stór hjá okkur í ár? Við erum með svona 23 aðliðsleikmenn, svo er alltaf einhverjir yngri leikmenn, þetta er svona 25 leikmenn heila og það er einn leikmaður sem er búin að vera lengi úti í svona langtíma meiðslum og svo það er alltaf eitthvað, þú getur aldrei farið eitthvað sagt bara ég vil engin meiðsli. Íþróttir er ekki þannig sko. Þú getur komið í veg fyrir hitt og þetta en það fyrir mér er það sko málið er að þegar maður er að fá bara einhver svona vöðvatognanir sem er þetta mér finnst það svolítið svona þú getur aldrei losnað alveg við það þá er bara ekki æfa nógu þá er bara æfingaálag ekki nógu mikið sko. En þú vil samt kannski ekki fá þú getur alltaf hort er einhver mistöki okkur í álagstíðingunni er einhver stað sem við klikkum þegar leikmaður bara tóknar allt í náttúrulega læri þá verður maður að fara alltaf baka og greina hvað er búin að gera, af hverju er þetta að gerast og svo líka endilega tengist ekki bara æfingunni sjálfri og því sem þú er búin að gera þar svo getur líka verið svefnleysi það getur verið magnesínskortur, vökvaskortur alls konar svona dæmi getur komið inn líka það er bara fullt af mörgum þú verður að fara baka og greina þetta 100% og við hefum reynd að við hefum gert þetta vel og við hefum passað upp á við erum að fara í max speed exposure við erum að expose leikmann okkar einu sinni viku allt árið fyrir því og þú reyna tikka í þessi box við erum að vinna í ákveðnum fyrirbyggjandi æfingum við erum að vinna í ákveðnum styrktaræfingum og annað slíkt þannig að við reynum að gera allt sem við getum en svo má maður samt ekki gleyma sko ég átti mjög góð samræði við mannum daginn er að sko það er ótrúlega mikilvægt að við áttum okkur á sko hvað fótbolti er flókin íþrótt og maður myndi setja einhvern svona hring svona skífuritt eitthvað svoleiðis hversu stór prósent af fótbolta er líkamleg þjálfun og þegar þú ert með andlegan styrk eða eitthvað svona mental dæmi þú ert með taktík og þú ert með tækni þú ert með svona social dæmi, þú ert með samskipti, þú ert með ótrúlega margt sem þarf að spila saman til að ná árangri. Nákvæmlega. Og auðvitað okkar ábyrgð sem styrktarþjálfari, fitnessþjálfari eða hvað sem er að hafa líkamlega þáttinn í lagi en ef þú ert með líkamlega þáttinn upp á 10 en það tekur af hinu
þá ertu kannski samt að komast út í mínus. Algjörlega, það snýst balans. Þetta þú þarft að eiga óbúslega góðum samskiptum við þjálfarateymið og alla þar í kring 100%. Hvernig ætlum að byggja einhver svona heild. Já, það var líka farið, þetta sem við talum, það er farið í þetta gegnum bókin Game Changer eftir Fergus Connolly sem er svona alls konar pælingar í gangi og einmitt í kringum þetta, hvað er svona physical hlutin, emotional hlutin, mental hlutin, allur þessi pakki sko, svo taktikal og teknikal og allur pakkin, þannig að þetta er góða punktur. Já, og raun og veru sko, þú setur upp eitthvað svona prógram og ætlar að skoða eitthvað en þegar botnin kvöld þá ertu að þú lest rannsóknir og þetta ávera svona, en svo ertu bara að vinna með manneskjur. Já, 100%. Manneskjur eru bara svo ógeðslega mismunandi. Algjörlega. Og þú þarft að reyna að kynnast einstaklinginu, þú þarft að eiga í opnum og í traustum samskiptum við hvern einasta leikmann og þeir þurfa að vera líða vel með að koma til þín og geta, spá í liftingaprógram eða ég var svolítið þungur á leikdag, eitthvað sem var, getur við átti einhvers konar samskiptum til þess að menn séu optimal alltaf á sunnudegi eða 100%. hvernig sem leikdagurinn 100%. Og gaman ég myndi að fara þetta og tala að við erum með ólíka einstaklinga. Ben Foster með skemmtilegt podcast, hefur ykkur hlustað á það? Nei, ekki mikið. Og þar var verið að ræða einhvern tímann, ég man ekki við hvernig hann var að tala akkurat, en það kom upp nafni Louis Saha, mannstætturunum. Já. Og hann var með allt upp á 10 hjá sér, næringu, æfði manna mest og var allt upp á 10. En það var eitt sem hakaði ekki við, því gæinn var alltaf meiddur, alltaf. Og það var svefninn hans var í rugli. Og þetta kemur einmitt, af hverju svefnin rugli, þá er það einmitt persónulega aðstæður og þá er það börnin hans sem var alltaf að koma upp í rúmi til hans og sofa og vekja hann alla nóttina og það var eina sem gott fundið út að hafði áhrifin mynda það af hverju hann væri alltaf meiddur og þetta kemur einmitt persónulega nálgun. Það segja að þú bara eiga, þetta snýst svo mikið það, og við erum að keyra prógram núna svona, ég veit ekki hvað maður kalla svona microdosing dæmi, svipað og Jói talaði það sem að gera pínlítið líka á hverjum degi og það er bara mjög mikilvægt og það hefur reynst mér ótrúlega vel núna. Ég keyrði stærri styrktaræfingar við pre-seasonið en núna á keppnistímabilinu erum við búin að færa okkur meiri yfir í þetta að vera að gera, erum við að taka styrktaræfinguna inn í preppinu fyrir æfingu. Algjörlega. Þannig að þú preppar þig einhverja 10 mínútur og svo liftir kannski fyrir 10, 12, 15 mínútur max 3 æfingar, low volume dæmi, skilurðu. 100%, ég er mjög hrifinn af þessu sjálfur. Já, þetta hefur virkað ótrúlega vel fyrir okkur en að sama skapi þá eru leikmenn sem að, við gerum þetta fyrir æfingar alltaf en það eru samt leikmenn í okkur sem segja bara, ég þarf að gera þetta eftir æfingu. Já. Og það segja bara, ekkert mál. Það er bara ekkert mál. Það fyrir samt að ræða, hvað er málið, af hverju, er það eitthvað og þá finnum við bara lausn á því með viðkomandi leikmanni og svo bara ég er stífur eða ég er búinn að vera meiddur þessi með sögum krossbandaslit eða þannig þá kemur eitthvað frá sjúkraþjálfaranum og þegar þú býrð til eitthvað svona sem virkar fyrir alla þegar þú getur ekki bara sett úr prógram þetta er það sem ég er að gera og það virkar svaka vel fyrir alla það virkar bara ekki þannig og við vitum það allir sem erum að þjálfa að ef þú ert með þá nálgun þá ertu kolrángstæður sko. Þú veist það gæti virka fyrir 70%. Já. Ef þú ert heppinn. Algjörlega, en það er með 30% meiddir sko. Nei, það er ekki gott sko. En þú veist, og svo er líka minnst oft bara að þú veist, adjusta svo bara þú þarft að gera 3 rep, 3 set fyrir þig bara nóg að fá kannski 2 rep upp á stimuli bara til að smá örfa taugakerfið. Þannig að við þurfum að lesa svolítið aðstæður og oft eins og maður segir líka þú teiknar prógramið upp með blýant ekki penna því þú vilt geta breytt til. Já og bara þarft einhvern veginn bara að stundum að taka þetta viku fyrir viku þú ert að skoða svolítið þurfum bara að gera eitthvað öðruvísi nú er bara að ganga illa getur ekki að brjóta rútínuna þurfum ekki bara að er mikilvægur þá að fylgja við erum búin að setja þetta hérna niður erum við að bara fylgja því alveg fram í rauðan dauðan eða það gefur okkur meira bara upp á freshness eða mental hlutan bara við brjótum þetta upp nákvæmlega farið bara paddel eða eitthvað algjörlega ég vil bara taka extreme dæmi en fattur hvað ég meina algjörlega við fórnum þá bara einhverju æfingu fyrir eitthvað annað þegar við höldum að gefa okkur meira og svo er það bara líka oft á tíðum bara svona
falið við lóta á annan máta eins og segir, paddel þetta er bara hörku fótavinn Já, alls alveg konar dísellót þannig, sko. algjörlega, þannig að þú fær allt öðru sem kannski lóta á skrokkin en með því að brjóta upp á skemmtilega máta Já, þetta er bara svona eins og þú segir, þú skrifar með blýant og þú þarf bara að vera opinn fyrir að aðlaga þig að því sem að aðstæðan að krefjast sko. Nákvæmlega En að sama skapi sko, finnst mér að þú mátt ekki gleyma að skrifa prógrami samt sko. Að þú eru alltaf með beinagrind til að fylgja algjörlega að þú getur ekki verið mætt og geta eitthvað þú þarft að vera með prógram þó þú beygir út af brautinni já, þá ertu með beinagrind að fylgja sko. Það er leiðavísirinn og þú veist, þótt að standi kannski backskot hjá einhverjum þá þarf einhver annar að gera goblet skot eða einhver kannski gera jafnvel trapparútgáfu eða whatever, einhvers konar loading, einhvern singular loading en bara þú sért með bara leiðavísi sem hægt er aðeins að taka upp eða svona smá svona hjáleiðir fram, já, það er bara þannig það er algjörð þannig Heyrðu, hvernig nálgast þú periodization mótilið þitt og hvernig byggir þú upp æfingavikuna? Sko Stór spurning Þetta var það sem ég kannski breytt hvað mest hana eftir að skoða GPS-gögnin frá því áður en ég kom ég breytti náttúrulega við erum þetta teimi, við erum stórt teimi við breyttum þessu frá því árið áður en við erum að vinna þannig að við spilum yfirleitt sunnudag nema komum bikarleikir við erum dómur þau í ára en bikarleikir koma það í miðri viku það er mjög sjaldan svona midweek leikir eða? Nei, þeir spila bara sunnudag og það ástæðan er raun og svo er að allt haustið eru núna þegar norsku liðin fara að koma sér í meira riðlakeppni Evrópukeppni eftir með komu Conference League það er alltaf lið bara eins og Búti Glimt og Molde og eru bara koma sér nánast ekki alltaf en þeir eru bara að koma sér þangað algjörlega og þá er spilað nánast bara hverri viku sko með öllu qualification dæminu sem eru í sumarið þannig þá er þeir alltaf að spila í miðri viku þannig að við hinn liðin sem erum ekki í því spilum þá på sunnudag en það býður upp á bara betri æfingaviku æfingavikan verður náttúrulega geggjuð með svona löngu turnover sko. En þá þegar okkur þá hvílum við á pluss einum kostur og gallar í því mér finnst það fleiri kostir það finnst mér líka að sko, þegar ég segi kostur og gallar mér finnst það kostir fyrir það sem spila mikið mér finnst það gallir fyrir það sem spila lítið 100% sérstaklega sko ef maður ætlar að fara að keyra einhverja top-up æfingu á pluss 2 og þá endur það kannski með 8 leikmenn 7-8 leikmenn eða 9 leikmenn eitthvað og fá lítinn hóp og þá er þeir mættir í mechanical load daginn fyrir mechanical load sem er svona þetta er ekki hættulegt en ekki optimal kannski heldur en svo erum við sko með varalið líka sem spilar á mánudeginum daginn eftir og þá er svo lát við og þá sem byrja bekknum ótrúlega oft spila varaliðsleikina og það enda þau þeir fá enga frídag í vikunni það er heldur ekkert sérstakt þannig að ég skil það og þetta er á stórum hluta gert fyrir leikreiningu af því að bara þannig að menn hafi tíma til að fara í gegnum leikinn, klippa hann og sé allt klárt þegar menn kom inn á þriðjudegi og fara í gegnum leik sunnudagsins og þá erum við bara með recovery æfingu eða recovery / top-up æfingu á þriðjudegi pluss 2 áður við byrjum síðan innganginn inn í næsta leik þannig á -4 fyrir næsta leik eða pluss 3 erum við með svona strength dag vinnum á minni svæðum mikið acceleration, decelerations erum við miklu mechanical load töluvert af svona wave exercise eða svona transition hvað kallum við það á íslensku við leiðilegt að sletta svona mikið við segjum alltaf bara transition það vantar eitthvað gott orðið við þetta og setja leikmenn umbreytið æfingu umbreytið æfingar mikið af æfingum við erum að setja leikmenn í 1 og 1 stöður og mikið af návíum og öðru slíkum þeim úti keyrum við yfir 2 æfingar þessum degi höfum við gert það hinga til að vera þá með svona teknísk æfingu þar sem menn er að vinna svolítið stöðubundið 40-45 mínútur morgunin þannig að menn er að koma inn borða morgunmat æfa, koma inn borða hádegismat undirbúa sig, fara aftur á æfingu seinnipartinn og svo fólk með svona stundum
er ég aðdáandi þessum tvöfaldæfingu, stundum ekki, það fyrir svona eftir í eftir hvaða við en svo erum við með svona stóra æfingu endurance eða resistance æfingu þá á -3 þar sem við spilum stórt, mikið svæði, meira locomotive, hárhraðar hlaup og annað slíkt og þá lengri svona long accelerations, decelerations og það náttúrulega sem byrjaði mikið meiri taktískri vinnu inn í leikin á sunnudegi, þannig þá ertu ofta að skoða eitthvað high press eða einhvers konar uppspilsæfingar og annað slíkt sem við tengjaði fótboltalegin í þetta og svo ertu þá með -2 speedæfingu einhvers sem þess þegar ég vill taka mín hárhraðarhlaup eða hámarkshraðarhlaup á -2 þau eru nefnilega djöfull mikilvæg. Þau eru það og það er svona sem ég þú varst að spyrja hina búið einhverja bækur og eitthvað og ég ætla að viðurkenna það bara, ég er ekki með eina svona bók sem ég glugga mikið en ég les ógeðslega mikið af ritrænum greinum í staðinn ég læri allt þar og svo er ég alltaf búinn að vera að vinna með max speedið á -3 þangað til í vor þegar Martin Buchet gefur úr ásamt einhverjum fleirum kemur bara núna þessi nýja grein frá þeim nákvæmlega hversu miklu meiri virkni það hefur að gera á -2 Ég nefnilega gerði alltaf á -2 og svo fóru menn að tala um alltaf -3 þannig ég fór þetta að það var líka en ég er sjálfur á því að örfun á taugakerfið er miklu betri á -2 Já, og það finnst hafa betri svona protective áhrif inn í leikdaginn en máli ég held að sko -3 pælingin er náttúrulega því að þetta er svo auðvelt að því að þú ert hvort er að lóta líka hann svo mikið í þessa á hárhraðarhlaup sko. En svo kemur kannski líka út frá því við vorum að tala um einstaklingsmiðuna ef við horfum á residual effektin frá Issurin þar talar það að speed getur tapast á 5 plus minus 3 dögum þú veist bara hvað segir maður, örfunin á taugakerfið á þessum ramma þannig að þá meikar alveg sens líka þú veist á þessum -3 degi klárlega en ennþá meira -2 ef þú ert með einstaklingar sem eru að missa áhrif á þessu tíma Já og sko ég held bara einhvern veginn að þú veist eftir að lesa þessa grein þá þegar maður sá niðurstöðuna þetta er bara ein grein en þú veist það er sama mér fannst þetta bara svo ótrúlega skýra niðurstöður að þú veist áhrifin af því að gera þetta á -3 var nánast það sama og að sleppa því að gera nákvæmlega var það svo hátt það var bara ég var bara eiginlega ok ég verða að fara að pröfa að gera þetta á -2 en að sama skapi fengum við tóknun fyrsta sinn sem gerðum þetta á -2 hamstringtóknun þannig að það var smá klikk sko. Þetta er trial and error maður já veist það var sem betur fyrir á undirbúningstímabilinu og við náðum að græða það en þú veist hvað ég minna það hefur virkað hingað til og síðan hefur við ekki fengið hamstringtóknun 7-13 þú veist eftir þessa einu já. og þannig það er svona ef við hugsaðum frá líkanlegu þá er ég vinna þar með hámarkshraðarhlaupin og svo er laugardagurinn og eru bara activation og first leikatriði og eitthvað fá smá viðbragðs svona reaction dæmi inn í einhverju leiki upphafi eitthvað skemmtilegt og svo bara þetta taktíska sem þarf að klára að fara yfir sko 100% þannig að það er svona mín pæling En hvað myndir þú segja að veri helsti munurinn á Sandefjord-jobbinu og svo hjá íslenska landsliðinu? Sko, íslenska landsliðinu þjálfaði náttúrulega ég er ekkert að þjálfa, ég er ekki að leika með þitt 100% ekki nema að þú ert að fara inn á stórmót þá kannski þarf það að jafna út balansin á liðum en það er ekki alveg svo stað Ef það að vera einhverjum rugl á stórmóti í fleiri vikur þá er náttúrulega farin að þurfa að vinna í allt öðruvísi en í þessum 9-10 daga törnum sem eru 2 leikir og menn eru að koma beint úr leik þá er þetta lítið sko mesta vinnan raun og veru kringum þetta landsliða samskipti í félagslið og að því að það er ekkert líkanlegt sem þarf raun og veru eiga sér stað en það kemur fyrir þú ert að hjálpa einhverjum Svo er þetta bara load management bara fara í gegnum það, sjá hvort að menn og líka eru sumir kannski fá minna load á lappinu en aðrir, þú ert líka hugsa þá svo getur senda á fitt aftur til klúbban og svoleiðis Já og sko þú færð náttúrulega oft eins og ég fæ lótið sent frá öllum félögum og þú þarft svolítið að skoða hvað þeir vanir að gera hvað við að fara að láta það að gera en veist
málið bara að flestir þessar leikmenn sem eru og eiginlega allir leikmenn sem eru í íslenska landsliðinu eru bara íþróttamenn í hæsta gæðaflokki sem betur fer og eru ótrúlega fit algjörlega og það raun og veru ekkert issue það ekkert, þú ert ekkert að þetta óslega þægilt upp það að gera að æfingarnir eru yfirleitt ekki það krefendi að þú þurfir eitthvað mikið að það koma moment, það koma upp eitthvað atriði þar sem það segir þetta kannski bara fyrir að vera komið gott í dag já. En yfirleitt ekki Nei, og þjálfarnir vita nákvæmlega hvað þarf til sko nákvæmlega En hvað sér þú fyrir að vera svona næstu skrefin á þínu ferli sem þjálfari? Sko, nú ferillinn minn fór ótrúlega bratt af stað og ég var með markmið, ég ætlaði að vera 4-5 ár upp í bútu, ætlaði að vera komin í aðalstarf kannski það leiti og hugsaði með mér, ok, ég drauma jobbið, drauma starfið náttúrulega bara að koma við að fá að vera með landsliðinu, bara sem krakki það vildi maður spila með landsliðinu svo var maður bara ekki nóg góður í fótbolta til að geta presentera landi sem leikmaður en það þvílík forréttindi og bara geggja að geta gert þetta í mínu starfi 100% og þetta farið svo hratt af stað að maður má ekki gleyma sko að ef þú spáir í þessi þjálfun sem að þessu starfi sem við erum í já að við erum þetta ekkert quick fix alls ekki og það ógeðslega leiðilegt að vera alltaf að fara og byrja upp á nýtt 100% þá sér aldrei ávöxtin þá sér aldrei loka útkomin að þínu sem sagt starfi Nei, en svo komin stundum sá tímapunktur að maður þarf nýja áskorun líka sko því að maður getur alveg liðið þannig sko það alveg pottið sko en nú ég ætla að vera í 1,5 ári í Sandefjörð og fékkst ekki einu svona undirbúningstímabil þannig að basically meðeiginlega 1 alvöru ár tímabil og 1 ár eða svona hálft ár sem ég var með þannig að og okkur líður ótrúlega vel í Sandefjörð og hlutverk mitt þar frábært að mörgu leiti ég að fá að það var ekki fitnesstelur undan mér Nei, hún meinar eða ekki árið undan mér það var einhverju síðan þannig að ég svolítið að fá að búa til verkferlana í gegnum allt félagi niður í akademíuna byggja upp svolítið einhver svona fitness pælingar inn í eftir sem sagt hvað segir maður svona hugmyndafræði klúbbsins og það ómetanlega reynsla ég fekk að versla inn í mín eigin líkansrækt af því að það var alltaf líkansrækt þegar ég kom ég sagði bara við að Herði, ég sá einu svona mynda þessu hvort það var Emmi eða Viðarari sem voru að æfa þarna þetta var eitthvað kompa og það var einn nébaugur ekki og lóð og stangir ein stöng og svona lóðaplötur það var allt sem var þannig að ég sagði ég labbaði upp og sagði til hvers voru það að ráða mig þetta svona, ég sagði þetta líka eins og að ráða kokk á þess að vera eldhús að ráða styrktaþjálfara á þess að vera líkansrækt nákvæmlega þannig að ég fekk að versla sjálfur inn fekk bara smá budget og segja ok, hvað það sem þú þarft og hvernig viltu gera þetta þannig að fá búa til sin eigin líkansrækt var líka ótrúlega reynsla ekki sem að býra þannig að vera í Sandefjörð maður getur aldrei sett aldrei fótboltinn bara þannig að þú veist ekki hvað þú veist á morgunstundum sko það bara staðan en ég vil rá smá stöðuleika sjá að þess áfram vera einhver ár þar sem ég og svo kannski það bara burt kannski komin í nýtt lið eftir áramóti ég veit ekkert það en reyna að ná svona stöðuleika í þessu fá vera aðeins lengur á sama stað og ná eins og segja þetta er búið að gerast allt svo ógeðslega hratt frá því að vera bara leikmaður yfir að þjálfa á Íslandi yfir að þjálfa í akademíu allt inn var að þjálfa í efstu deild í Noregi og komin á landsliðs svona alþjóðlegt level líka nákvæmlega þá voða gott held ég fyrir mig að taka bara svona að anda eins og klára þetta verkefni sem í þannig bæta ennþá meira reynslu þar
þannig er ég hlutverki sem ég fæ að læra og þroskast og vera betri í því sem ég er að gera. Það er bara geggjað og það sem mér finnst líka alveg geðveikt því við höfum rætt áður, það er bara vinnudagurinn. Þú mæti klukkan 8 og er búinn bara 4 sko. Já, og auðvitað, mismöndi, sumardag getur þið búin, 2:30, 3, aðra dag er ég kannski 5, 5:30, 6, skilurðu, eins og bara alls staðar í öllum vinnum. En það er óbúðslega gott og það sem er sko, það sem stærsti munurinn er að ég vann náttúrulega eins og fór mér í að þá vann ég bara 13 tíma á dag, 7 daga vikunar. Nákvæmlega. Og var bara á leiðin í burnout. Nákvæmlega, í þínum 300% greitt fyrir 50% næst í. En líka og svo fer ég til Bútu og það var bara þvílík veisla. En ég hef með 4 lið. Ég hef með 17 æfingar á viku sem ég mætti á, styrtar og fótboltaæfingar. Og það er þá meiri seinnipartur í krakkar í skóla á daginn. Já, sko, unglingaflokkanir sem eru komin í framhaldsskóla æðu klukkan 10 á morgnana. Okay. Þeir eru með svona íþrótta framhaldsskóla sem voru allir leikmenn heitir NTG, Norges Topp Idretts Gymnasium, og það var bara á vellinum og þeir voru bara aðgengilegir okkur allan daginn ef við vildum. En þar æðum við 2 daginn ef við fótbolta klukkan 10 þá var liftingin klukkan 4. En barnaskólastrákarnir sem voru 13, 14, 15 ára þeir æðu náttúrulega seinnipartinn. Þannig að þá er ég kannski allt annan dagur, þá er ekki 9 til 10, semst 13 tímana, heldur var ég 8 til 6, hálf 7. Þannig að það var orðið mannlegra og ég fann allan að borða kvöldmat með fjölskyldunni, skilurðu. En svo að geta farið að vera með 1 lið, 25 leikmenn og bara fókusað á 1, það er þvílík forréttindi. Ég er svo ógeðslega sammála því að maður er búin að gera það mörg ár. Þá var maður að mæta 5:30, ég vakna 5 til að ná að vinna fyrir vinnu. Svo var maður að reka gym og þegar maður búin að reka gymmið kannski til 4 daginn þá fór maður í víkina og var þar til 6:30 á kvöldin. Maður var að vinna, gjörsamlega fucking drepa sig. Það er svo kjaftaði. Svo hætti ég þessu mótnum og fekk bróður minn til að þjálfa fyrir mig á mótnana. Það var game changer. Og þegar ég lokaði gymminu, mest í game changer sem ég bara átt allt í ná í líf, þá bara fattaði hvað ég bara lokaði henni í helli bara í 6 ár Já, en ég sá ekki dóttur mína fyrstu 2 árin Nákvæmlega. Það var bara líka ég leita svo vel í þetta. Það var allega þekkti mig En ég myndi ekkert gera þetta alltaf aftur, en að sama skapi þá ef maður ætla sér eitthvað, þú ert með einhvern draum eða þér langar að gera eitthvað, þá þarftu bara að put in the work. Þú þarf bara að leggja ógeðslega hart að þér. Það skiptir ekki öllu máli, þú veist hvað, þú færð ekkert skefins. Þú verður bara, ef þú leggur ekki vinnuna, hvort sem það er leikmenn eða hvort sem þú er þjálfari eða hvort sem þú ert í hvaða starfsgeira sem ef þú ætlar að vera færi í einhverju, eða ætlar að ná árangur í einhverju, þá snýst þetta bara effort, þetta snýst bara hvað þú eftir búin að leggja á þig. Og það er bara það sem maður hefur gert einmitt og maður hefur séð líka, það er ekki tilvíljun að hafi náð þessum hraða ferli. Það er gert svona hratt, þú er búin að leggja inn eins og segir líka, þú ert með menntun og búin að leggja hart að þau. Það er ákveðið líka svona, hvað er maður að segja, þetta er ákveðið svona stökk að bara hoppa til Noregs og ætla bara að fara að þjálfa þar. Ég einmitt gerði það líka. Það maður bara hoppaði bara í einhver algjör og óvissuferð. Algjör sjátt þetta á frúna Þvílíkur stuðning, það er alltaf maður ógeðslega þakklátur fyrir en það að þú veist, maður getur bara að segja ég er að fá starfstilboð hérna frá Noregi, eigum við að gera það eða eigum við að stökkva á það alls ekki sjálfsagt með konu og barn og þá ertu svona, þá er maður ótrúlega þakklátur fyrir að og að þú veist, ég vinn 8 til 4 en ég vinn líka alla laugardaga og ég vinn alla sunnudaga algjörlega. Og ég er ferðast í útileiki og þú veist, Noregur er ekkert bara, þú ert ekki að skreppa bara úr Fossvæðinum í Kópavoginn, þetta er bara, þú veist, 2-3 daga ferð Oslo til Ítalíu. Við förum alltaf daginn fyrir leik eiginlega, veist, útileiki, þetta er þannig, veist, þú þarft alltaf að gista á hóteli. Þannig að þú veist, fjarveran er alveg mikil. Og þá er gott að vera með maka sem að hefur skilning og hefur stiður mann og hjálpa mann. Það er ótrúlega, nú er ég hljóma ótrúlega væmin og eins og ég sleiki einhver raskvæð, skilur, en þú veist, þetta er bara ótrúlega ómetanlegt þannig. Ef maður er þannig á árangri, þá þarftu að vera með fá svona support 100% og það er ekkert sjálfgefið. Þannig að þetta er nefnilega, ég er svo ótrúlega sammálaður og ég held að við ættum að hafa þetta sem bara lokaorðin í dag og þakka ég kærlega fyrir að koma í spjallið.
bara takk fyrir að fá mig, gaman að geta gert þetta í persónu líka. Já, heldur betur, það var mikil skemmtilega heldur í Zoomið skemmtilegra. eða hvað sem maður notar í dag. Ég fekk svo mikið ofnæmi að Zooma sínum tíma eins og ég sagði í byrjun. En heyrðu, gangi ykkur vel á móti Luxemburg og Liechtenstein. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég sagði í intróinu sko að leikurinn móti Luxemburg er á föstudaginn. Já. En ég man ekki hvernig Liechtenstein leikurinn er á þriðjudag. Mánudag. Ok. Þá erum við með þá hreinu, hann er á mánudaginn. En hvað er það að segja í lokin? Svo er ágætt bara, veist, að mér er svo mikilvægt að koma fram að, veist, ég veit að fólk er að sem er að spá í þessu og er að vinna í þessum geira, styrkþjálfunar, fótboltaþjálfunar geira, er að, veist, við eigum að tala saman 100%. og ég, veist, að það er fullt af fólk sem hefur sendað, það er fullt, ok, nokkuð margir sem hefur sendað á mig og spurt álið hinn og þessu, það er ég áður að segja að það er alveg velkomið. Ég er sammála. Og þú veist, ég hringi stundum í þig bara ef ég gauð og þurfa að taka spjall. Og það er líka, mér finnst það frábært. Og ég veist, maður var að hvetja þá sem eru ekki eins duglegir að gera það til að gera það. Nákvæmlega. Og fólk má senda á mig örugglega á þig og veist, ég ætla ekki að svara fyrir þig en þú veist, en ég er bara að fólk viti að það má bara senda skila på herðu, ég er að velta þessu fyrir mér. Og þetta snýst líka bara að network og líka þetta þessi orð sem þú segja, þetta er svo góðu punktu því að tilgangurinn með þessu podcasti, þessu hlaðvarpi er einmitt til að opna þessar raddir sem er á bak við tjöldin og vilja svona kannski heyra hvað þeir eru að gera en þú er að ekki að spurja og þetta er einmitt þarna, þú að opna dyrnar að fólki sem er að hlusta geti haft samband við þig sem hefur alveg dundrandi áhuga og eru inn í þessum bransa. Bara anytime sko. Bara frábært. Það er maður lærir mest af því, maður lærir mest af öðrum. Sammála því. Fyrir gæta minn, takk fyrir spjallið. Takk sem við leiðist, takk fyrir að fá mig. Bless.